Allir skjáinni, ekki? Heyrðu, þá bara byrjum við þetta. Uh, Áramót í DK. Hvað þarf að gera áramót? Þarf að gera vinnslur, þarf að breyta fylgiskjalanúmerum og þarf að stofna nýtt bókhaldstímabil. Ef við ætlum að stofna nýtt bókhaldstímabil, þá er hægt að gera það á tvennan hátt. Það er hægt að fara þarna inn í fjárhaginn, uppsetning og bókhaldstímabil og velja síðan insert ný, eða fara undir almennt flipan, bókhaldstímabil og þar undir insert ný. Ef við förum svo yfir í fjárhaginn, en almennt séð þarf ekki að stofna nýtt bókhaldstímabil, ekki nema sé ætlaði að fyrir að byrja að bóka núna áður en að áramótaútgáfan kemur út. Þannig að nýtt bókhaldstímabil kemur inn í DK-ið, en ef þið eru á undan þá getið þið stofnað þetta með þessum hætti. Við förum yfir í fjárhaginn, að það sem við viljum alltaf gera, það er að við viljum flytja opnunarstöður efnahagslykla yfir á nýtt ár. Það má gera þessa vinnslu oftar en einu sinni og má því í rauninni endurtaka aftur og aftur. Ef við erum með deildarskiptingu, þá þurfum við að passa að velja það hérna fyrir neðan og við viljum í rauninni sameina, setjum þá deild fyrir hagnaðinn sem er það í rauninni sameiginleg deild og færum þá opnunina á þessa sömu deild. Ef við erum ekki að nota deildir, þá birtist bara þessi hérna efri gluggi og við í rauninni færum inn, þá finnum þá bókhaldsleikilinn fyrir hagnað sem er vanalega hérna 8.400. Ef að bókhaldsleikillinn flyst ekki yfir áramót, þá eru svona nokkrar leiðir sem við getum athugað af hverju lykillinn fer ekki. Við þurfum að passa að bókhaldsleikillinn sé efnahagslykill og hvort það sé staða á honum. Við þurfum líka að huga að sé hérna áramóta saldólykill og það er ef að lykillinn flyst ekki yfir, þá oft er það þannig að lykillinn er merktur sem rekstrarlykill en ekki efnahagslykill. Hérna er rauninni staða á bókhaldsleikli er horfin í upphafi ás og þá þurfum við að athuga, er áramótasaldó á bókhaldsleiklinum? Og með þessu erum við að finna hérna eignir og kaup og sölu innan ársins og virðisaukaskattinn. Þannig að þetta eru svona þessi helstu lyklar sem við viljum að flytjast yfir. Bankareikningarnir, almennt séð vill fólk breyta fylgiskjalaseríunni á bankanum. Og þegar það er sem sagt búið að bóka bankan síðustu færslu ársins búið að bóka allt inn, að þá getum við farið hérna undir bankareikningar, uppsetning og almenna stillingar og breytt og núllstillt í rauninni fylgiskjalaseríuna. Fylgiskjalaseríur þar fylgja alltaf árinu, þannig að ef við núllstillum þá í rauninni getum við bara leita eftir árinu og byrjum upp á nýtt. Virðisaukaskatturinn, það er sem sagt undir það hérna fjárhagur, virðisaukaskattur og bókun virðisaukaskattsuppgjörs og vinnsla fyrir öll virðisaukaskatttímabil ársins hvert fyrir sig og dagbækur sem verða til. Þegar það er búið að bóka, sem sagt, hérna fáum við þá í rauninni þetta fylgiskjal og ef við viljum þá líka breyta fylgiskjalaseríunni því, þá getum við gert það líka þegar það er búið að bóka síðasta virðisaukaskattsuppgjörið. Áramótasaldó og virðisaukaskattslykla, þá flytja stöður af vasklyklum yfir á 9535 leið og opnunarvinnslan er gerð og þá þurfum við í rauninni að passa að þessi áramótasaldó lykill hér sé réttur, þannig að það bókist á þennan uppgjörsreikning. Hérna erum við þá komin í fylgiskjalanúmerin og hérna er það þá undir virðisaukaskattur og uppsetning og hérna getum við þá núllstillt seríuna. RSK-miðarnir, þar sem að þarf að huga að við skilum á þessum RSK-miðum, það eru allra helst þessi verktakamiðar, almannaheillamiðarnir, lífeyrissjóðsmiðarnir og svo náttúrulega launamiðarnir. Staðgreiðslulykillinn fyrir þessi skil er að finna undir fjárhagur, uppsetning, almenna stillingar og veflykill. Þar setjum við inn veflykillinn fyrir þessi skil á þessum miðum. Eins og áður það er ekki nauðsynlegt að núllstilla fylgiskjalaseríurnar, en ef við viljum núllstilla þær, þá er það helst þessar seríur sem við erum að núllstilla. Það er það bankareikningar, virðisaukaskattur, lánadrottnar og laun.
Það þarf ekki að stofna nýtt launár í DK ef við förum yfir í launin og það er ekki nauðsynlegt. Nýja launári kemur inn með áramótaútgáfunni og uppfærðar upplýsingar frá RSK á breyttum persónuafslætti og ef það eru breytingar á skattþrepum að þá er þetta sem við setjum inn með útgáfunni áramót en við fáum ekki þessar upplýsingar frá ríkisskattstjóra fyrr en á milli jól og nýjárs þannig að þetta kemur bara inn með útgáfunni áramót. Þannig að þið þurfum ekkert að stofna nýtt launár frekar en þið viljið, annars þurfum þið að setja forsendurnar sjálf inn. Launamiðarnir eru svo útbúnir eftir að síðasta launakeyrsla ársins hefur verið bókuð. Þá getum við skilað inn þessum launamiðum til ríkisskattstjóra. Launamiðar þá það verktakamiðarnir. Það eru 2 leiðir í rauninni til að skila þessum verktakamiðum og svo lánadrottnamiðum. Tilvísanir er ein leið til að halda utan verktakagreiðslur og skilum á launamiðum tengdum keyptri þjónustu. Til þess að þetta sé hægt þá þurfum við að fara inn í fjárhagur, uppsetning og tilvísanir og þar þurfum við að skrá heiti tilvísunar, haka í launamiða og velja tengingu launamiða við reikningslykla. Við förum betur yfir þetta er bara svona rétt til þess að stikla á stóru í gegnum þetta og svo verður sýnikennsla í lokin á þessu. Svo erum við líka með launamiða í lánadrottnakerfinu og þar getum við farið inn í lánadrottna uppsetning launamiða og útboð launamiða og þá stofnar DK launamiða á alla lánadrottna sem hafa hreyfingu og merkt við launamiði á spjaldi þeirra. Það er á spjaldinu hér. Mismunurinn er að hérna í rauninni merkjum við inn á tilvísun inn á tilvísunna við ætlum að senda launamiða og þarna getum við þá í rauninni valið hvaða hreyfingar eiga að fara. Hérna tökum við í rauninni bara allt og upphæðin hérna er þá fundin út frá sumu reikninga, sumu kreditreikninga eða færslum frá fjárhagsbókhaldi. Það er hægt að velja eitthvað af þessum 3 hér og við veljum í rauninni bara almanaksárið þá 2024. Ef við förum svo er það það sem við ætlum að stikla á líka það er aðeins með byrðirnar. Fyrirgefðu, má ég koma inn á spurningu? Já, ekkert mál. Bara mjög stutt varðandi launin. Þeir sem eru í öðru skattþrepi, þurfum við að stofna það allt aftur? Já, það þarf að gera nýtt fyrir hvert ár, þannig að í rauninni þú þarft að setja inn nýjar forsendur fyrir hvert ár. Er hún ekki að vinna inn á launþeganum ef hann er að borga í öðru skattþrepi? Já. Þú þarft auðvitað, ef launin hans er að breytast, þá þarft að setja nýja upphæð á launþegan. En annars... Þannig ef neðsta skattþrepið hefur breyst, hækkað eitthvað svoleiðis, að þá þarftu kannski að hækka töluna á launþeganum til að tryggja það að það reiknist á öðru skattþrepi eða þriðja við á. En er þetta að taka það út skýrslu yfir alla sem eru eru með skráð skattþrep, ef ég er með 500 manns, þarf ég að leita í 500 manns og skoða hver og einn er með skattþrep til þess að finna út hverjir eru í skattþrepi 2? Sko, ég veit ekki alveg hvort þið getur sett inn dálkinn skattþrep, annar launagreiðandi, það þarf bara að skoða það. Viltu ekki bara senda fyrirspurn á Bryndísi og þú fær svo svar tilbaka við þessu. Bryndís@dk.is. Takk fyrir. Minnstamálið. Svo er það talningarnar. Það þarf ekki að framkvæma sérstaka vinnslu áramót í talningum, í byrðum í runni, en það þarf að huga að vöru talningu. Mikilvægast er að undirbúa talninguna vel og vinna rétt á gögnunum og það þarf að passa áður en að talningin er byrjuð að það þarf að uppfara alla sölureikninga og söludagbækur, sölupantanir og birgðaskráningar. Og svo innkaupum ef við erum með einhverja vörumóttökur að það þarf að passa að vera búið að bóka þetta allt þannig að koma ekki skekkja í rauninni þegar við bókum þetta eins og seinna. Þegar það er lokið þá stofnum við talningadagbókina, teljum vörur og þegar við erum að telja vörur að það mælum við með að það er líka gott að taka minni lista í einu, að taka einhvern hlut að vera ekki með eina risastóra talningadagbók og velja frekar ef við erum með birgðirnar hjá okkur flokkaðir upp í vöruflokka, að taka þá bara hvern vöruflokk fyrir sig og færa svo inn. Svo í lokin þá sameinum við talningadagbækurnar og þá í rauninni ef að varan er til á 2 stöðum til dæmis í búðinni, að þá sameinar hún
sem sagt magnið á vörunum og bókar það inn. Svo þegar það er búið, að þá í rauninni getur uppfært talninguna og bókað hann inn. Talningarnar er hægt að framkvæma með 3 mismunandi hætti. Það er hægt í rauninni bara að vera með þessa venjulegu handskráða talningu og það í rauninni getur við bara prentað út talningarlistan hjá okkur og handskráð inn á. Það er líka hægt að nota handtölvu og svo með Excel. Að það í rauninni getur við bara tekið út talningadagbókin í Excel og setti númerinn og það í rauninni fyllum við bara inn í Excel skjalið og lesum það svo inn í talninguna aftur. Nú ætlar Jórunn að sýna okkur hvernig við framkvæmum DDK og þá svona fáið aðeins betri sýn á þetta. Ok, ef við byrjum þá bara góðan daginn. Þess að ég er líka ráðgjafi hjá DK og ef við byrjum bara í fjárhagnum. Þá ætla ég fyrst að fara niður í uppsetning og almenna stillingar. Ef við ætlum að senda launamiða úr DK, þá þurfum við að setja veflykil hér inn. Alltaf gott að byrja neðst. Og það voru svona nokkrir staðir sem var hægt að breyta fylgiskjalaseríu á. Þá bara byrjum við hér á virðisaukaskattinum og förum niður í uppsetninguna. Förum niður í uppsetninguna og veljum sér fylgiskjalasería og þá getum við sett inn númerið. Fyrirgefið, það er eitthvað mjög æstur í að tala við mig. Ég ætla að setja símann aðeins á silent. Þannig. Já. Það er mjög mismunandi hvernig fólk vill hafa þetta. Sumir bara vilja setja bara vaff, bandstrik 0001 og láta vaða þaðan. Aðrir, þeir vilja bara setja inn fylgiskjalanúmer sem er uppgjör tímabilsins og þá notum við þetta ekki hér. Heldur þegar við erum að bóka dagbókina þá setjum við fylgiskjalsnúmer þar, þessi uppgjörsdagbókina. Inn í bankareikningum og uppsetning. Þá getum við haka hér í sér fylgiskjalaseríu og þá bara núllað seríuna. Sumir vilja nota almennt fylgiskjalsnúmer og þá bara þurfa þeir bara eins og áður að muna að finna hvað er í gangi, setja viðeigandi fylgiskjalsnúmer þegar bóka dagbók. Það er mjög gott að vera með sjálfvirka hækkun á fylgiskjali, það fær hver færsla sitt eigið númer. En ef við gerum það ekki, þá fær öll dagbókin sem við erum að búa til, hún fær sama fylgiskjalsnúmer. Niður í uppsetningunum, þá er hægt að vera með sérstakar fylgiskjalaseríur. Þær stofnum við og þessar seríur vinna eftir ártölum. Við haldum utan um bókhaldstímabili hér og þess vegna þurfum við að stofna þessar seríur á nýja ári. Hér er það í rauninni ekki val ef við ætlum að nota fylgiskjalaseríur. Þessar seríur notum við þannig að þegar við erum að búa til fjárhagsdagbók, það geti sýnt ykkur það. Er ég með árinu 24 og ég vil nota fylgiskjalaseríuna. Þá fer ég inn og vel viðeigandi ár og viðeigandi seríu. Þetta þýðir það að í staðan fyrir að við þurfum að muna hvar við erum staddar í seríunum okkar,
að þá heldur kerfið utan það. Man þarf samt að passa sig á því að ef við þurfum að breyta fylgiskjalsnúmeri inn í dagbókinni, þá þurfum við að laga seríuna. Hún fylgir því ekki eftir. Og við höfum kannski allar orðið var við það þegar við erum að byrja að vinna á milli ára, það kemur alltaf upp eitthvað bókhaldsár sem við nennum ekki að hafa í skýrslunum. Það er hægt að stilla hérna sjálfgefi bókhaldsár. Þá förum við hérna í verkfæri og velja bókhaldstímabil. Og hér getum við valið hvaða ár á að birtast fyrst sem sjálfgefið í skýrslum og öðru slíku sem við tökum út. Við sjáum hérna við íta á punktana, þá er listi á árum. Til dæmis þegar maður er komið vel inn á árið 24, en er að vinna með 23 til að klára, þá getur maður vilja að breyta yfir í 23 aftur til að hafa það sem sjálfgefið til að vinna með skýrslur og svoleiðis. Það ætla aðeins að loka hérna á, sé ekki með ómikið opið. Í ársreikningunum, það var ekki, ég munið bara núna, það sem ég hef stundum verið að reka mig á, að þegar ég breyti yfir á nýtt ár, þá er hér búið að setja kannski inn texta, eins og ég er yfirleitt með rekstrarreikningur, PR fyrir árið 23, ég þarf að breyta þessum textum hérna og líka að ég er með texta hér í undirskriftinni, til dæmis heiti félagsins og ártalið, þá þarf að breyta því. Þannig að ef við notum ártal, þá þarf að breyta hér, svona úr því ég myndi eftir þessu, smá útúrdúr. Hérna undir vinnslum. Þetta er frekar nýlega liður sem heitir RSK miðar og hérðan er hægt að senda alls konar miða. Hérna undir launamiðum, þá fyrir við inn í FM almennt, útbúið launamiða. Hérðan er hægt að senda verktakamiða og fyrir þá sem eru að nota almannaheillamiða, þá getum við líka sendt þá hérðan. Við þurfum ekkert að gera kannski alveg sérstakt fyrir þá, hérna, hér er þetta slá útbúða frá CSV-skrá og það er þetta slá það inn sjálfur, bara passa að reytir þessi 155 og hérðan sendum við almannaheillana rafrænt. Það er svolítið erfitt að fara nákvæmlega yfir það hvernig búin til skrá fyrir almannaheillamiðana svona í stuttu námskeiði, vegna þess að það er svo margar leiðir sem þið haldið utan gögnin ykkar og það er grunnurinn að því hvernig við gerum almannaheillamiða. Þeir sem eru að nota gjaldaskrá í félagakerfinu, þeir geta yfirleitt tekið út lista þar, bara sent beint úr félagakerfinu og þeir sem eru að vinna með stéttarfélög og styrki, þar inni ef það er búið að tala við ríkisskattstjóra það að viðkomandi ætli að gera það, þá má setja þar inn á styrki launamiðareitin fyrir frádrátt. Þannig að það komi beint inn á skattframtalið. Þessi almennt, þá förum við hér í að útbúa launamiða, tökum almanaksárið og þetta er það þegar við erum búin að vera að nota fjárhagskerfið sem grundvöll fyrir því að búa til launamiða. Við förum aðeins lauslega yfir það. Við verðum með námskeið í janúar, þar sem farið betur yfir launamiðana og slíkt. Og það muni að vera allur gangur á því með kortauppgjörinn. Ég er ekki með neitt hér inni, þess vegna kemur ekki neitt. Að við gætum vilja breyta fylgiskjalaseríunum hér líka. Það bara er ekki nauðsynlegt. Þá held ég sé komið að helsta úr fjárhagnum og tilvísanir. Ef við ætlum að nota fjárhaginn, sem sé ekki nota lánadrottnakerfið, að þá þarf að setja tilvísun á hverju einustu færslu sem á að fara mögulega í launamiða og það þarf að tengja það við bókhaldslykil.
Og við förum þá hér í tilvísun og hér er búið að búa til tilvísun fyrir, ég ætla að opna hérna. Auðkenni tilvísunarinnar er alltaf kennitalan, hvort sem það er einstaklingur eða fyrirtæki. Heitið er þá viðkomandi aðili og hér getum við svo sett helstu upplýsingar viðkomandi, til dæmis jórun, hvar ég á heima, póstnúmerið og landið ef við á, jafnvel atvinnugreinina og svo bara skráum við með F12. En þetta er bara byrjunin. Við þurfum líka að fara hérna í F-in valmynd. Við þurfum að fara í launamiða. Aftur er F-in valmynd og já, ég veit þetta er löng leið. Og hér viljum við þá tengja launamiða við reikningslykla. Og hérna sjáum við að það er búið að búa til fyrir launamiðar 106. Heitið er bara það sem við viljum hafa það og hér er búið að tengja 2 bókhaldslykla við. Þannig að þegar við gerum launamiðan þá leita kerfið eftir þessum bókhaldslyklum og kennitölunum þegar við erum að búa til launamiðana. F12 skrá þegar við erum að gera nýja. Síðan þurfum við að gæta þess að þegar við erum að skrá dagbók að hér í tilvísunarritinn þá þurfum við að slá tilvísun. Við gætum handslega inn. Ég mæli alltaf með því að fara í doppurnar eða íta bara F2 og velja. Vegna þess þá minnkum við líkurnar á innsláttarreglum. Ég til dæmis er mjög góð í að snúa við tölum og þessi tilvísun fylgir líka þá sem sé inn í bókhaldið. Svo getur það komið fyrir að við bara mjög einfaldlega gleymdum að setja inn tilvísun og þá er hægt að setja hana inn eftir á. Ég ætla bara að velja, ég veit ekkert hvaða færslur eru til í þessu kerfi. Já, það fara hérna í F2. Varst þú búin að búa til bókun, Ardís? Nei, við myndum að velja 2023 allavega. Já. Þannig þetta er þessi sýningakerfið okkar og maður veit aldrei hvað er til þar. En manni finnast góða líkur að þessi eitthvað á 78 lyklunum. Það má alveg nota þá sem sýnikennslu. Og bara hérna 7810. Íti hérna F6 til að lesa inn. Ok, hér er færsla. Ég ætla aðeins að stækka þennan glugga hér. Já, hérna er tilvísun, ok. Hérna erum við færslu og hér sjáum við bara, við gleymdum að setja tilvísun á færsluna. Það sem ég er að fara að gera núna er líka til dæmis hægt að gera fyrir deildir, ef maður hefur gleymt að setja deildarmerkingu eða þarf að breyta henni. Þá gerum við hérna F-in valmynd, förum ég að breyta færslum og hér er það sem er hægt að breyta eftir uppfærslu. Hér vil ég breyta tilvísun, þannig ég vel það, fer svo vel tilvísunina, íti hérna áfram og þá er tilvísunin komin inn. Þannig að við gerum hún aftur F6 og lesa aftur inn og þá sjáum við að tilvísunin er hérna núna föst. Og þetta er grundvöllur þess að geta notað fjárhagsfærslur til þess að gera launamiða. En ég myndi bara alltaf mæla með því að nota lánardrottnakerfið. Það er svo miklu minna mál að gera það. All right. Þá gerum við bara hérna öll fyrir lánardrottnar. Og hér er þá helst að breyta fylgiskjalsnúmeri.
Ef við erum að nota þetta hérna, lánardrottna innlestu reikninga, þetta þessi innlestu kostnaðarreikninga, að þá hérna möguleiki til að setja fylgiskjalaseríu fyrir þær færslur sem við viljum senda yfir í fjárhag. Við myndum breyta henni og breyta hér. Ég mæli almennt með því að líta á rafrænu reikningar í rauninni eins og sölureikninga og láta fylgiskjalaseríuna bara rúlla. Og ástæðan sú að við eigum miklu erfiðara með að stjórna því hvenær þeir koma inn og í hvaða röð. Af því að við erum ekkert með fylgiskjöl sem við stjórnum því hvenær við gerum, við erum bara með innlestur. Það er ekkert að því að breyta fylgiskjalaseríunni, en þá þurfum við svolítið að rokka fram og tilbaka hérna fyrst eftir áramótin. Það reyndar á líka við hér, að ef við erum að bóka bæði árin þá þurfum við að muna að fara hér niður og skipta á milli. Þurfum líka að muna að við þurfum að eyða fylgiskjali eða taka út úr röðinni, þá heldur kerfið ekki utan úr röðina, þannig við þurftum þá kannski að fara aftur hér og breyta. Og þetta bara á almennt við bókun yfir árið, að hérna ef við þurfum að henda einhver út, að þá þurfum við að breyta hér ef við ætlum að hafa öll fylgiskjöli með. Og já, mæli með því að hafa þetta bara rúllandi, en annars bara fer maður hér og breytir eftir þörfum. Hér í launakerfinu, þá það hérna vinnslur og launamiðar. Og það hérna FM Valmynd, útbúa launamiða. Nú mjög fornilegt að vita hvort við eigum einhverjar launavinnslur hérna. Hérna stofnaðan átta launamiða. Og hérna sjáum við hvað reitir eru útfylltir. Við getum bætt við reitum, hérna, sína dálka. Og já, þá hægt að bæta við, eins og hér var nú svolítið mikilvægt fyrir okkur kannski að hafa launaritin. Og bætum við svona við. Hægri smella, sína dálka, haka í dálkinn sem þú vilt sjá. Og ef eitthvað að flækjast fyrir þér, þá getum við hérna haldið vinstri smell með músinni, haldið niðri, dregið upp og sleppa. Og þá dálkurinn sem við viljum ekki sjá farinn. Til að senda launamiða, þá förum við hér í FM Valmynd. Og hérna útbúa launamiða. Setjum hér inn launaárið og staðfestum. Ég ætla ekkert að fara lengra því ég vil ekki klára að senda þá. Svona óvart. Veitum við þegar hún geta að fara að geit. Já, ég ætla að geta að fara í þetta. Já. Það var þetta hér sem ég ætlaði að fara í. Mér fannst eitthvað myndin eitthvað skrítin. Hér veljum við almanaksárið og oftast nær betra myndi ég meðla með og launakerfinu við sendum bara launamiðana. Af því oft þurfum við lengri tíma til að fara yfir verktakagreiðslurnar af því að þessum áskila 20. og við erum kannski ekki alltaf að skila hérna 20. fyrir hérna lánardrottnakerfið. Það ágætt að fara hérna í að villiprófa, en þegar við villiprófum þá kemur upp melding að launamiðarnir hafa verið sendir, en það ekki raunveruleikinn. Þið þurfa að fara aftur í FM Valmynd og senda launamiðana. Hér undir getið þið svo skoða hvernig staða skilana og hver heildarskilin ykkar eru. Þá fáið þið launamiða settin sem hafið sendt inn, dagsetninguna og tíman. Og ef við ætlum að senda úr lánardrottnakerfinu, launamiða, þá það hérna undir uppsetning og launamiðar. Hér búið að búið til launamiða. Ef við ætlum að handskrá, þá myndum við gera insert ný, en við viljum ekki handskrá, þannig við förum hérna í valmyndina. Þetta samskonar í öllum kerfunum. Við setjum hérna
almanaksárið og hvernig við ætlum að búa þetta til. Almennt myndum við velja sumureikninga. Og ef við höfum verið að nota fjárhagsbókhald þá myndum við velja hérna. En hérna við veljum sumureikninga því við viljum líka, við hefur gerð kreditreikningu sem þá debit megin, þá viljum við hafa hann. Hér eru nokkrir launamiðar sem hafa verið búnir til. Og ef ég opna hann, þá sjáum við að þessi reitur hér er opinn. Og það þýðir bara, eins og þið þekkið sem að versla við TK, við annars vegar seljum áskriftaþjónustu og síðan seljum við vinnu. Og í raun á ekkert að selja neinar upplýsingar áskriftaþjónustuna, þannig að þá hægt bara að breyta upphæðinni hér. Svona. Og skrá. Og svo hægt bara að fara hér í valmynd, senda launamiða rafrænt, væri raun að vera það sem við vorum að fara yfir áðan. Og þá það hérna byrðirnar. Og við erum hérna í byrðabreytingar og talningar. En eins og hún myndist á áðan og Ardís, þá þarf að byrja á því að uppfæra alla það liði sem hafa áhrif á byrðateljara. Við þurfum að uppfæra reikninga sem koma frá pósinu. Við þurfum að uppfæra alla reikninga sem eru óprentaðar reikningar. Við þurfum að uppfæra sölu dagbækur. Við þurfum að uppfæra sölu pantanir og svo að lokum ef við erum með vörumóttöku í birgðakerfinu opna. Þannig að það sé allt til staðar fyrir talninguna. Svo förum hér í birgðabreytingar, förum hérna í talningar. Hér er búið að stofna nokkrar bækur, en erum við að gera nýja. Þá förum við hérna í ný, við skýrum hana og svo hægt hérna ef þetta er talningabók, þá veljum við hér útvega talningabók og hér veljum við hvað við ætlum að gera. Ætlum við að taka ákveðin vörunúmer. Það hægt að gera hérna sláin vörunúmer, punktur og annað vörunúmer. Og þá erum við að velja frá og til með punktunum. Frekari upplýsingar svoleiðis hægt að finna í rafræna námskeiðinu okkar grunnur sem gjaldfrítt og það má líka segja þetta í handbókinu grunn sem á heimasíðunni okkar. Þetta notum við í rauninni þegar við erum búin að gera almenna talningu. Þannig við spáum ekkert í það í þessar umferð hér. Svo bara F12 staðfesta. Þá þið tilbúin að fara að vinna með talningabók. Og ég fer bara inn í þessa hérna. Þá hérna komið en vörunúmer. Við getum handslegið inn talið hér. En við verðum að passa okkur því að þegar við handslagum inn ég ætla bara að gera 10 hérna. Eyðileggja allt sem var búið að gera. Nei, kannski svolítið mörg hérna, eintök, svona. Við verðum að passa okkur í þetta enter til að hún reikni mismuni hér. Það hefur alveg komið fyrir að það er lagarmagn hér, það er talið magn, en fólk hefur gleymt að ýta á enterið og þá kemur bara einhver bull upp að hér. Þannig að þegar við erum búin að telja og það getur alveg verið að til dæmis við erum að telja það sem er í mörgum birgðageymslum og hefur stofnað talningu fyrir hverja birgðageymslu, sama vörunúmer gæti verið í fleiri en einni. Og þá merkjum við, ég er að vinna hérna með, ekki að vinna með músunum mínu sem ég vön að vera með. Ég er að reyna að fá græna bólu. Ardís mín, hvernig fá aftur grænu bóluna og lykla? Ekki saman þessu tveirina. Jú. Já, svona. Þá veljum við þessar dagbækur, FM valmynd sameina
og samanáttur dagbækur. Það lítur út eins og eitthvað misheppnað hjá mér. Þú varst að stofna nýjar 2. Svona, sjá hvort það takist ekki betur því að á að stofnast þannig sérstök dagbók. Svona. Þá fara allar upplýsingar úr þessum 2 hérna hingað inn. En þessar halda sér ennþá ef skekinni að það þurfa að laga eitthvað. Og þá eru gögnin komin hingað inn. Sjáum við að hérna vörunúmerið þetta með 20 og já, ég veist ekki aðeins að ruglast hérna. Og hér var önnur með vörunúmerinu með 10 og hér hefur vörunúmerið samanað og 30 stykki. Og þegar við erum sátt við þetta, þá bara gerum við F5 almennt. Fyrir ekki opna dagbókina. Yfirförum skráninguna. Og þá sjáum við hér að hún finnur ekki datum eftir dagbókina. Þá getum við fært hana. Og bara já, takk. Þá núna getum við farið í það að gera það sem heitir núlltalningabók. Og þá eru kannski vörur sem við töldum ekki, það getur úreltar eitthvað annað slíkt. Og við viljum setja þær vörur niður á 0. Og við gerum aðra talningabók. Og þá förum við hér inn í valkosti og tökum þá aðeins vörur sem ekki hafa verið taldar. Þá getum við þess vegna tekið allt árið ef við teljum bara einu sinni ári eða síðasta tímabil. Setjum hérna talimagn á 0, staðfestum og þá eiga þessi vörunúmer að koma 0. Og þá er hægt að uppfæra þær dagbók. Ég er að áttum á því að ég er svo gaman að hlaupa úr einu í annað að við fórum ekkert sérstaklega yfir opnunardagbókina, opnunarstöður. Og sjá þetta aðeins að fara fyrst inn í aðalbókina og sjá hvað er hérna inn á 23 árinu. Þegar ég hef þetta tómt, þá tek ég alla bókhalslykla, en ég get líka valið frá og til og þennan með því að setja punkta eða sem komur á milli. Okay. Hér sjáum við
gjaldalykla og hér sjáum við eignalykla, efnahagslykla. Og við sjáum að hér eru stöður. Og núna ætlum við að gera opnunarstöður. Og við ætlum að gera opnunarstöðu inn á árið 24. Og sjá, ég aðeins að finna og núna ætlum ég bara að gera F12 staðfesta. Þá verður hérna til dagbók fyrir opnunarstöður. Það opnar hann hérna aðeins fyrir okkur. Þið sjáu hér að hér ekki fylgiskjal. Það er algjörlega eðlilegt og við höfum ekki fylgiskjal þarna af því að þegar við gerum nýja dagbók, sem sé opnunardagbók, fyrir árið þá yfirskrifar þá síðustu. Og ég geri hérna FM almennt og ég fer skráningu. Svona, þá er hún farin. Og við sjáum hérna að hér eru lokastöður. Þannig að nú ætlum við að taka út aðalbók fyrir 24 árið. Já, sjáu þið að tekjulyklarnir og gjaldalyklarnir, þeir eru bara á núlli eins og er eðlilegt og staðan sem var í lok gömlu aðalbókarinnar hefur flust á milli. Sjá. Hérna eru viðskiptamennirnir. Sjá hvað þetta getur komið svo hérna saman svo þið sjáu tölunar. Sem sé, staðan hér á að vera svo sama og staðan hérna. Og stundum kannski rekist þið á það að hérna, þegar þið eruð að gera upp eftir árið og farið að bera saman sem sé skuldarlykla hérna, viðskiptamanna við 7620 og 7622 að það kannski stemmir ekki. Þá er mjög gott að byrja á því að athuga hvort að staðan hérna í lok 23 stemmi við 24. Af því að ef það er ekki svoleiðis, þá er mjög líklegt að búið sé að færa inn á 23 árið og þá þurfum við bara að gera nýja opnunardagbók til að skoða þetta. Og við viljum alltaf bera saman í lok ársins stöðuna á 7620, 7622 með skuldalista skuldunauta og svo sambarilegt fyrir lánardrottnana fyrir 9320 og 9322 eða alla þá lykla sem eru settir upp undir hérna bókunarflokkum viðskiptamanna og hérna lánardrottna. Þá held ég að við séum bara eiginlega komnar yfir námsefnið. Eru spurningar? Það eru engar heimskulegar spurningar til. Eða fyrir ekki, má ég aðeins spyrja? Já, heldur betur. En bara spurningar sem ég get svarað. Já, þú getur svarað öllu, Jórunn mín. Hérna, núna til dæmis koma nýr aðili fyrir birtu varðandi innheimtu á launagjöldum gjöldum, eða stéttarfélagsgjöldunum fyrir VFM og Matís og Rafiðnarsambandið. Mun uppsetning á því koma frá ykkur fyrir árið 1.1.2025? Ég á ekki von á því. Yfir höfuð þá uppfæri við ekki lífeyrissjóði. Sko innheimtuaðilana rafrænu, þá uppfæri við. Já, ég er alveg að tala það. Já, fyrirgefðu, ég misskildi alveg. En ef við þarf að gera einhverjar breytingar, hérna, þannig að loka
það gera sem mjög sniðugt þegar ég kom með marga opna glugga, smella hér, þá var ég svo rugluð og loka öllum. Sko, það er hérna þessi launin, finn ég launa uppsetninguna. Ef það verður eitthvað breyting hér á því hver að fara að innheimta, þá er það eitthvað sem þið þurfið að breyta. Bara opna þennan hér. Þetta hér er aðaltengingin við hvaða sjóð á að vera. Þetta er svolítið okkar númer, oftast nær það sömu. Ef aðalið breytist, þá þurfum við að breyta hér. Ef iðgjöldin breytast, eitthvað svoleiðis eða bætast við, þá þurfum við sjálf að sjá að setja það inn. Það kemur ekki frá okkur, en þeir aðilar sem eru hérna í rafrænu, þetta breytist hér eftir því sem við fáum upplýsingar það. Já, ég var aðalega að hugsa þetta. Já, ég bara misskildi því upp og ágættu komast á rétta slóð svo ég var ekki að fara að ljúga þér hérna. Í beinni? Í beinni, með fullt af vitnum. Já, ekki gótt. Svo er ein spurning hérna frá Maríu á tjattinu. Ef á nýja ári fæ reikning sem er dagsautur 2024, þarf ég þá að breyta bókhaldstímabil uppi, svo breyta lánadrottnaseríu og svo bókareikning. Nei. Og svo breyta allt aftur í 2025. Nei. Þegar þú ert að bókareikningin, þá ferðu bara inn í lánadrottnar, skráning reikninga, gerir insert nýr, þú setur dagsetningun á reikningnum og þú setur fylgiskilanúmerið sem þú ætlar að hafa, bara þú handskráir það. Já. Þetta hér er bara hvað er fyrsta val fyrir skýrslur og eitthvað svona dótar í. Svo ég ætla að gera hérna insert. Ef ég væri núna með reikninga árinu 23, þá bara byrja ég á lánadrottni og nú bara 13, 10, 23. Sett hérna inn reikningsnúmerið. Hér get ég handslegið inn fylgiskjalsnúmerið sem ég ætla að hafa. Hérna hefur ekki verið sett inn fylgiskjalaserja því annars myndi bara birtast númer hérna. Hér get bara breytt í og slegið inn seríuna sem ég vil hafa. Síðan þarf ég þá að fara niður í uppsetninguna og setja inn síðasta fylgiskjalsnúmer í seríunni sem ég er að nota. Svo er það Hanna, hún spyr hvort hún værum til að fara aftur í lánadrottna launa með RSK. Það er spurning samt að því Fanney og Vilborg eru báðar með hendina upp að bara heyra hvað þær hafa að segja og svo er hægt að fara í hitt þá ef að það gefst tími í það. Já, endilega. Já. Sæl Fanney heiti ég. Hvað sérðu? Fanney heiti ég. Sæl. Ég er að velta fyrir mér talningu. Já. Sko ég hef alltaf talið bara, tekið einn dag og lokað búðinni hjá mér. Já. Var að velta því fyrir mig hvort ég geti haft opið og ég man ekki hvernig geri ég læt þess að taka tillit til sölunar þann daginn. Ef þú ert búin að uppfæra söluna, þá er þetta áður en ég uppfæri, hvernig, já breytist þá ef ég uppfæri söluna. Akkurat. Ertu að tala Fanney að þú viljar hafa opið í búðinni á meðan á talningu stendur? Það er það sem þú ert að tala ok? Já. Já. Talningin miðar við daginn, dagsetninguna sem þú stofnar talningadagbókina á þannig að þú ert að gera talninguna 31.12. og telur svo fyrsta það þarf að passa að taka tillit til þess inn í talningunni. Ok, þannig að það sem ég er að velta fyrir mér líka er sko hvort að maður geti talið á annan hátt í staðan fyrir að vera að telja allt á sama deginum. Í rauninni kannski breyta þessu svolítið yfir eins og í sítalinguna. Maður geti tekið viku í að gera alla byrðir réttar
og í uppfært þá bara talningabók bækur jafnóðum og gert svo núlltalningu eftir, er það hægt? Já, en þá myndi ég bara passa þig ef þú ert með vörurnar flokkaðar í vöruflokkum að Já. taka þá bara mismunandi vöruflokka Já, og í rauninni reyna þá að klára þetta svolítið hratt og bóka það bara inn að það í rauninni er minnsta hættan á villum. ok. En ekki Það- að búa til stóra talningadagbók sem þú ert lengi að bóka inn, að taka það bara út minna svæði og bóka það bara hratt inn. Já, bóka það bara samdægur leið ég tel Já, það. já, Já. Og þá leið og ég bóka þá söluna fyrir þann dag, þá ætti í rauninni talningin að koma rétt. já, Nei, birgðastaðan segi ég. já. Akkurat. Og get ég síðan gert núlltalningu bara á eftir þegar ég er búin að telja, þú veist, eftir vikuna eða eitthvað? Já, við verðum að gera núlltalningin verður alltaf að vera þar að búið að gera talningu á öllum vörum. Já, Þannig að þú ert nú ekki fara að setja vörur á 0 sem að eru svo átt eftir að telja. Nei, akkurat. Heyrðu, þá held ég að ég sé góð. Ekki? Takk. Það var einhver önnur hérna sem var með uppréttu hönd, eða ekki? Já, ég heiti Vilborg og ég er með eina spurningu hérna varðandi launavinnsluna og Já. reyndar hérna, þú veist, ef við erum með launatöflur, þegar ég geri til dæmis launavinnsluna 1. febrúar fyrir janúarlaunin, er hægt Já. að vera með launatöflu sem gildir fyrir lok desember og svo aðra launatöflu sem gildir frá 1. janúar þegar búið að hækka? Já. Getur það sameinast á einn launaseðil eða þarf ég að gera 2 launakeyrslur? Já. Það er góð spurning. Ertu með hálfsmánaðar eða ertu með mánaðarbókanir eða eitthvað slíkt? Sko launatímabilið okkar er frá 25. til 24. hvers mánaðar og ég er bara að spá í að því núna hækkum við, þú veist, launatöflunar 1. janúar Já. fyrir vaktafólkið okkar og ég er bara að pæla þegar ég geri 1. febrúar, þá er ég að gera fyrir þessa síðustu daga í desember sem er önnur launatafla en er í gildi frá 1. janúar. Já. Ég er bara að reyna að komast að því að því við erum mörg hundruð manns í launavinnslunni, hvort að ég þurfi að gera raunverulega 2 launakeyrslur eða hvort að keyrslan geti tekið tillit til 2 mismunandi launatafla sem eru á mismunandi tímabili. Herri, ég held þessi best að fá fyrirspurn þetta, þannig getum við tryggt að þú fáir rétt svar við þessu. Ok, hvern á ég að senda á... Við bjóðum Bryndísi alltaf fram. Bryndís@deka.is. Já, en til að senda það á mig. Fyrirgeðu, Hildur heiti ég, Já, sæl. en ég er einmitt í sama vandamáli og hún. Ég er með svona launatímabil frá 25. til 27. Og þetta er það vandamáli á mér líka, þannig að það var ágætt ef þið myndu, eða kemur svar við þessu að deila því. Já, bara minnsta málið. Bara þú mátt líka bara senda post á Bryndísi, þá getur bara stofnað beiðnir út frá þessum og það er rauninni, þegar við erum komið með alveg 100% svar við þessu, hvað er besta lausnin í þessu, að þá sendum við á ykkur. Ok, flott, ég geri það. Takk fyrir. En það eru komnar, stelpur, það eru komnar 3 spurningar hérna, það er alltaf lítill tími, en það er sérst þetta hérna frá henni Hönnu Fanney, ertu til að fara aftur í lánadrottnarlauna með RSK, svo eru 2 spurningar neðar, hvenær á ég að flytja opnunarstöðu, á síðasta virkadegi 24 eða skiptir á máli? Nei, og svo skiptir engu máli. Þú mátt gera hvenær sem er á hverjum degi þið langar til. Svo er hægt að hafa sömu fylgiskjalaseríu á lánadrottnar skráreikninga og lánadrottnar innlestur kostnaðarreikninga. Nei, þú myndir ekki gera það vegna innlestu kostnaðarreikninga. Já, í raun og veru er það þannig að innlestu kostnaðarreikninga tekur númeraseríuna sína frá bara lánadrottnarreikningunum. Þannig að þeir hafa sömu seríu. Sérserían sem er undir kostnaðarreikningum er ef við ætlum að setja skjöl í fjárhag í staðinn fyrir lánadrottnarkerfið, af því við getum valið það. Ég var einmitt að böglast með þetta þegar ég var að prófa þetta fyrst. Af hverju kemur ekki rétt fylgiskjalaseri hérna? Svo fattaði ég að þetta tekur lánadrottnarkerfið og hitt var fyrir fjárhag. Þannig að já, það er sama sería. En það er spurning. Heyrur í mér, Jórunn. Já, Ég skil ekki alveg hvað þú ert að meina með svarinu við spurningunum minni. Það sem þú ert að svara núna. heyrðu, komdu með spurninguna aftur og vita hvort að ég hafi misskilað hana. Já. Byrjum þar. Ok, þegar ég les inn gerir lánadrottnarreikninga, þá erum við sér fylgiskjalaserið þar. Já, Síðan þegar ég fer í lánadrottnar innlestur reikninga, á þú ég þá ert að ekki tala vera með neitt? ertu ekki að tala um innlestu kostnaðarreikninga? Jú, Já,
Ég vil semst hafa sömu fylgiskjalaseríuna fyrir, þú veist, lánadrottnareikningana sem ég bóka bara sem ég fæ sent í bréfpósti, skilurðu? Já, já. Og Það kostnaðarreikningarnir. er sama serían. Á ég þá ekki að vera með merkt neitt við hérna inn í kerfinu hjá mér? Og ég ekki að vera merkt við sér fylgiskjalasería? Sko, ef þú ert inn í skráning þessi kostnaðarreikningunum Já, og velur sér fylgiskjalaseríu þar, já, þá er það fyrir reikninga sem þú velur að setja beint í fjárhaginn í staðan fyrir að setja í lánadrottnakerfið. Ég var svolítið ruglið í þessu þannig ég las hvað stóð þarna. Það stóð bara mjög skýrt fylgiskjöl fyrir fjárhag. Ég var búin að vera að bögglast með þetta af hverju ég fekk ekki það sem ég valdi, sko. En þetta er sama serían sem er notuð. Stelpur, gætu þið farið örstutt bara á smá hraða yfir ertu til að fara aftur í lánadrottnar launa með RSK. Tíminn er vissulega bara búinn en það væri hægt að fara á aðeins yfir það því að hún baði það. Það voru hérna launamiðarnir. Ertu til að fara aftur í lánadrottnar launamiðar RSK? Já, ég geri það. Fyrst ætla ég að opna hér og það var ekki þessum flipa hérna innkaupin. Já, ef það á að fara launamiði á lánadrottinn, þá hökum við hér í. Síðan förum við þá hérna niður í uppsetninguna, launamiðar, förum hér í FM valmynd og útbúa launamiða. Og slæ hérna inn almanaksárið og ég vil gera þetta út frá summu reikninga. Þá tekur hún alla reikninga sem hafa komið hvort sem það er kreditreikningur eða hefðbundinn reikningur. Ég geri hér F12 staðfesta og hér var búin til einn launamiði. Í þeim tilvikum sem hérna viðkomandi selur bæði efni, áskrift og þjónustu eða eitthvað svoleiðis, þá getum við farið hér inn í reitin og slegið inn upphæðina sem er fyrir vinnu. Þannig að við getum breytt upphæðinni hér ef hún er ekki rétt, í staðan fyrir að henda öll að búti nýjan. Síðan er hérna FM valmynd, senda launamiða rafrænt og þetta byggir auðvitað á því að það sé búið að setja staðgreiðslu veflykilinn inn í kerfið. Það er annarkvort launakerfið eða í fjárhæðina sem ég sýndi ykkur áðan. Hér getum við farið í það villiprúa og hérna ítruprófin þá er að vera að skoða eitthvað í smáatriðum, getur tekið langan tíma, við byrjum yfirleitt á þessu hér. Þá til dæmis að vera að skoða hvort að kennitölur séu vitleysar og eitthvað svona. F12 staðfesta, sjáðu, ég er ekki búin að setja veflykilinn. Þannig ég er þá að fara í fjárhagur og uppsetningu og setja veflykil þar. Og ég er ekki með neitt veflykil til að nota. Þegar búið að villiprófa þá kemur melding það að sé búið að senda. En það er ekki búið að senda. Þannig að þá þurfum við að fara aftur hér, launamiða rafrænt og F12 staðfesta, hakaði hér og þá fer launamiðin. Og þá er gott að taka út þetta hérna hakk af því við ætlum bara að setja verktakagreiðslurnar. Þá fer listin til hérna ríkisskattstjóra. Hér undir er hægt að sjá stöðu skila ef við erum með útfylltan veflykil og þá sést að þú hafi sendt sendingu svona margir launamiða klukkan þetta þennan dag. Og svo hér heildarskil ef þú hefur verið með fleiri en eina sendingu. Svaraði þetta spurningunni sem þú varst óviss með? Sýnist það. Fyrirgefum að ég spyrja hérna bara einu, er einhver von á því að valmöguleiki fyrir skiptingu, dreifingu gjalda eins og tryggingu og fasteignagjalda verði komin inn fyrir 25? Dreifingu á 12 mánuði. Hvað sérðu? Hvað meinarðu? Ef þú til dæmis að færa tryggingu, segjum bara bílatryggingu eða segjum fasteignagjöld og
þú ætlar að dreifa, við tökum tryggingar bara, þú ætlar að dreifa tryggingunni niður á 12 mánuði, þá sem þetta hægt að búa til dagbók þar sem að hún skiptir greiðslunum jafnt niður á 12 mánuði, eða skiptir reikningnum jafnt niður á 12 mánuði, Ég hef eins ekki og í heyrt Navision. Já, ég hef ekki heyrt að svoleiðis fítur sé að koma í DK, en ef þú leyfir það í stillingum á fjárhagsdagbókinni að hafa margar dagsetningar á sama fylgiskjali, þá getur þú skráð fylgiskjali svona. En þá þarftu bara að passa á því að þegar þú tekur út aðalbók, segjum bara að þú ert búin að gera þetta, dreifa á 12 mánuði og þú tekur út fyrir 37. Og þá myndu fá mismun á aðalbókinni af því að fylgiskjalið ekki allt en á sama tímabili. Já, þetta eins og inn í Navision, þá minnum við þetta sé þannig sko að þú bókar þetta, reikningunni kemur rafrænt, þá bókast inn í lánardrottnar og óskráðu reikningar, fer á biðlykil og síðan verður til að maður ýtti á, ég man ekki hvað, dreifa bókun eða eitthvað slúið þetta og þá fór það sem út af biðlyklinum inn á réttan fjárhagslykil eftir hvað þú valdir marga mánuði og hvenær það átt að byrja og enda. Já,